Góðan daginn, ég ætla að fara hérna yfir kynningu sem ber nafnið Nýtt akkeri og framtíðarsýn fyrir nýja samfélagsmiðju á Akademíureit í Reykjanesbæ. Fyrst þið sjáu hvað reiturinn staðsettur í bænum, þarna svartur á kortinu. Þetta Akademíureiturinn. En Reykjanesbær vinnur að því að byggja upp nýtt lifandi miðsvæði á þessum reit sem staðsettur við Reykjaneshöllina og horni Þjóðbrautar og Krossmóa. Og hér setjum við fram svona framtíðarsýn þróun reitsins nýrrar samfélagsmiðju með blandaða byggð og miðbæjartengda starfsemi. Og það felur einnig í sér svona ákveðna forsendugreiningu og svona greiningu á sérstöðu staðarins sem að framtíðarsýn byggir á. En hérna sjáum við aðeins yfir reitin líka, loftmyndin, og sjáum Íþróttaakademíuna í forgrunni og erum að horfa í átt að Reykjaneshöllinni. Hér eru síðan nokkrar svona bara myndir frá reitnum. Það er náttúrulega mikið rými sem hægt að vinna með, en svo líka alls konar starfsemi þarna fyrir sem að skiptir líka miklu máli í framtíðarþróun. Fyrst ætlum við að fara yfir staðhætti, en þetta verkefni byggir á viðamikilli greiningarvinnu á sérstöðu þessa staðar. Kannski ef við horfum fyrst til staðsetningarinnar, þá hún kannski ekki síst áhugaverð að því leyti að hún svona á mörkum Keflavíkur og ytri Njarðvíkur áður en að þessi þéttbýli sameinuðust og svona þessum mörkum. En einnig staðsett á krossgötum ákveðna svona lykilleiða. Annars vegar svona þessi gamla lífæð sem þessi gamla þjóðleið sem markar Hafnargötu og Njarðarbraut. En síðan hins vegar þjóðbraut sem leið sem kemur aðeins síðar með 20. öld sem svona tengingu upp á flugvöllinu. Þegar við horfum á sól og skjól á reitnum, þá það auðvitað norðanáttin sem mest áberandi og það skiptir mestu máli að skýla fyrir henni til að búa til sól og skjól fyrir íverurými. Svo þegar kemur að starfsemi, þá hún mest áberandi austan við Akademíureitin, en þar mjög fjölbreytt starfsemi, svo sem skrifstofur, verslun, þjónusta og veitingastaðir. Annað sem áhugavert við reitin í nálægð við hann ýmiss konar skólar, íþróttir og tómstundir. Við erum með leikskóla, grunnskóla og auðvitað fjölbrautaskóla, auk ýmiss konar íþrótta, félags- og menningarstarfsemi sem að dregur fólk að allt árið kring. Þegar við horfum á samkomustaði í bænum, þá náttúrulega í dag ýmsir staðir þar sem fólk hittist, en það svona ekkert torg í Reykjanesbæ eins og staðan í dag. Annað sem við sjáum hann á kortinu að það svona hvítt merkt inn Stekkjahamar, sem fallegur hverfisverndaður sjávarhamar sem stutt frá reitnum og væri gaman kannski að gera hærra undir höfði. Svo þegar við horfum á gatnakerfi, þá náttúrulega Þjóðbraut ein aðal aðkomuleið bíla inn í bæinn. En svo erum við náttúrulega líka með svona lífæðina, Hafnargötu og Njarðarbrautu hinum megin. Svo Sunnubraut fyrir í gegnum reitin og þetta svona bara hlutir til þess að hafa í huga. Annað þegar maður horfir á almenningssamgöngur, það má í rauninni segja að þarna sé ákveðin miðstöð almenningssamgangna bara á Suðurnesjum. Allan eins og staðan í dag þá stoppa þarna 6 innan- og utanbæjarleiðir sem að tengja þennan stað vítt. Svo þegar kemur að útvistarleiðum þá svolítið svona áhugavert þegar maður skoðar svona þessar megin útvistarleiðir í bænum að þá í rauninni svona mætast 2 hringleiðir þarna austan við reitin. Og það rosalega flottar göngu- og hjólaleiðir hérna víða, en það vantar svona að tengja akkurat gegnum þar og þá erum við komin svolítið flotta tengingu og getum búið til betra net gönguleiða. Við tengjum þarna öðrum megin við reitinn og svolítið svona klára það sem búið að leggja mikla vinnu í og vel heppnað að mörgu leyti.
Hluti af þessu starfi hefur verið samráð og það var til dæmis haldinn samráðsfundur með kjörnum fulltrúum og starfsfólki Reykjanesbæjar í Hljómahöllinni núna í lok apríl og svo var spurningakönnun send til íbúa á netinu þar sem spurt var hugmyndir þeirra uppbyggingu á svæðinu. Og svo þetta opna hús sem verið að halda núna. Þetta líka liður í samráði reitin. En það fengum rosalega mikið af flottum hugmyndum úr þessu samráði og það svona ákveðin megin skilaboð sem hafa komið í ljós og það svona samhljómur með hugmyndum kjörinna fulltrúa, starfsfólk og Reykjanesbæjar og íbúa og var rosalega flottar niðurstöður sem við fengum til dæmis út úr spurningakönnuninni og mikið af flottum innbúti þaðan. Og það ljóst að fólk sér mikil tækifæri í uppbyggingu á reitnum. Þar mætti skapa einstakt miðsvæði með samkomutorgi og aðlaðandi umhverfi sem bæjarbúar geta allir nýtt og verið stoltir af. En það þetta nálgast samantekt úr samráðinu á vef Reykjanesbæjar. Staðsetning akademíu Reits miðlægt í þéttbýli Reykjanesbæjar milli eldri kjarna býður upp á tækifæri til að skapa nýtt akkeri í bænum. Reiturinn getur orðið vettvangur fyrir sameinandi ímynd Reykjanesbæjar sem virkar stolt inn á við og sýnir hvað býr í bænum út af við. Það alveg ljóst að þetta einstakt tækifæri fyrir fjárfesta til að taka þátt í þarna lykiluppbyggingu í einu af fjölmennasta sveitarfélagi landsins. Svo hérna það sem við kallum drifkraftar sem svona ákveðin kannski samantekt á þessum helstu tækifærum á reitnum. Það í fyrsta lagi styrkleikarnir. Megin styrkleikar svæðisins felast í því hversu mikið mannlíf nú þegar í kringum reitin. Margir eiga þetta leið hjá sem skapar góðan grunn fyrir þróun staðarins sem lifandi miðsvæði í Reykjanesbæ. Og þarna eru svona 3 megin þættir sem við erum að benda á. Það í fyrsta lagi þetta íþróttasamfélag sem í kringum reitin. Það þessi starfsemismiðja, öll þessi starfsemi sem þarna líka í nágrenni. Og svo þessi samgöngumiðstöð, það er mikið öflugar almenningssamgöngur þarna hjá reitnum. Og hérna erum við búin að setja þessa styrkleika niður á kort, svo við getum áttað okkur aðeins betur á þessu. En það rosalega mikilvægt að vinna með styrkleika svæðisins við framtíðarþróun reitsins. En með vel heppnaðri þróun á reitnum má nýta þessa miðlægu staðsetningu og mannlíf sem fyrir til að laða að enn fleira fólk. Maður manns gaman og með því að skapa tækifæri fyrir fólk til að hittast og dvelja verður mannlífið á reitnum sýnilegra og fjölbreyttara. Og þarna þegar sjáið þið á kortinu þetta græna, það að tala til íþróttasamfélagsins, þarna erum við með miðstöðvar barna og unglinga, þarna getum við verið að vinna með lífið fyrir og eftir skóla, æfingar eða mót. Þetta bleika að benda okkur á þessa starfsemi í kring, þessa fjölsótta verslun, þessi virku verslunarrými og þessa daglega umferð fólk sem að sækja þessa þjónustu. Og svo það samgöngumiðstöðin, að þarna erum við í rauninni með svona ákveðin miðpunkt almenningssamgangna á Suðurnesjum og þetta býður náttúrulega upp á vistvænar samgöngur og aðgengi fyrir alla. Þetta ekki bara fólk sem á bíl, þetta líka aðra. Svo það tækifærin. Það eitthvað sem við getum komið með nýtt inn á reitin til að efla. Megin tækifærin felast í að svara eftirspurn sem komið hefur skýrt fram í greiningavinnu og samráði við íbúa. Það að skapa í fyrsta lagi eftirsóknarverðan áfangastað, gönguvænt umhverfi og íbúðir miðsvæðis. Mikil starfsemi og orka nú þegar til staðar innanhús í kringum akademíu reitin en tækifæri til að auka mannlífið utan þeirra. Þá þarna eins og við segjum í fyrsta lagi, þetta bláa, þarna getur verið flottir áfangastaðir. Við erum að kynna til sögunar gönguás, eitthvað sem þetta að tengja saman allan bæinn svolítið. Það kemur að það gengi fyrir gangandi. Og svo íbúðir miðsvæðis, sem náttúrulega eitthvað sem alltaf eftirspurn eftir. Sjáum við síðan, við erum búin að bæta við þessum tækifærum inn á kortið og
og þá í fyrsta lagi verið að koma til móts við áherslur íbúa með því að skapa áfangastað með eftirsóknarverðri starfsemi og samkomutorgi og þið sjáu það blátt þarna á kortinu og þar búið að þarna tækifæri til að koma með nýtt samkomutorg fyrir íbúa og gesti. Þar getur verið afþreying og eða veitingar auk hótels. Byggðin verði í mannlegum skala með gönguás í gegnum reitin frá Reykjaneshöllinni að samgöngumiðstöðinni þar sem margir eiga leið en ásinn nær svo alla leið út af fallegu útivistarsvæði við Stekkjahamar og þarna eru í rauninni að tengja saman þessar aðal útivistarleiðir bæjarins og leið að gera Stekkjahamri herundir höfði og þið sjáu þessa leið græna. Svo eru það íbúðir miðsvæðis, þar eru til dæmis tækifæri til þess að gera íbúðir sem að hagnast á því að vera vel staðsettar þegar kemur að almenningssamgöngu og þjónustu, til dæmis smærri íbúðir eða deiliíbúðir. En það eru ýmsir möguleikar í þeim efnum hvernig það getur verið útfært. Það sem skiptir mestu máli að þarna sé svæði fyrir okkur öll. Blönduð byggð íbúða og ýmiss konar starfsemi sem skapa líf frá morgni til kvölds. Þetta sé bæjartorgið okkar með einstakan staðarenda þar sem íbúar og gestir af ólíkum kynslóðum og félagshópum mætast. Fjölbreytt starfsemi við torgið svo sem matur og drykkur, verslanir, tómstundir og afþreying. Og það verður til nýtt aðdráttarafl í bænum. Svo ef við setjum þetta allt saman, þá getum við sagt sem svo að þarna séum við komið svona drifkrafta fyrir svæðið. Saman skapa styrkleikar og tækifæri svæðisins drifkrafta uppbyggingar sem geta tryggt að þróun reitsins verði farsæl fyrir íbúa, rekstrar og uppbyggingaraðila. Svo eru það leiðarljós, hvað við viljum leggja áherslu á í uppbyggingunni sjálfri. Það þarf að vanda skipulag og hönnun á þessu nýja miðsvæði svo allir geti orðið stoltir af því. Og hérna eru settir fram svona eins konar skilmálar það sem það þarf að hafa í huga þegar verið að byggja upp á reitnum. En markmiðið náttúrulega að byggðin á reitnum einkennist af gæðum og verði eftirsóknarverð og verðmæt fyrir alla aðila. En athugið að myndrænar upplýsingar á kortum og skissum eru leiðbeinandi en það verður nánari hönnun útfærð á síðari stigum. Í fyrsta lagi þegar kemur að yfirbragði byggðar þá viljum við að það verði fjölbreytt, hlýlegt og í mannlegum skala. Byggingar einkennist af vönduðum og fjölbreyttum arkitektúr. Þær verði misháar með mismunandi þakform, innganga, glugga, svalir og svo framvegis. Og byggingar séu fjölbreyttar þegar kemur að lita á efnisvali með áherslu á náttúrulegt yfirbragð, svo sem tré, stein, steypu eða gler. Lóðir skulu vera gróðursælar eða með náttúruleg yfirbúrsefni, gegndræft yfirbúr, trérunna eða landslagsmótun með holtagrjóti. Þegar við horfum til hæðir húsa, þá erum við að leggja áherslu á byggingar verði 2 til 4 hæðir og lögð áherslu á fjölbreytni og uppbrot í fyrirkomulagi byggðar. Og þetta var eitthvað sem kom skýrt fram í samræðinu að íbúar vildu sjá þarna svona ekki of háar byggingar. En þetta eru tækifæri til þess að íbúar trappist niður til suðurs og það getur verið tækifæri fyrir taksvalir og slíkt. Í þessari hugmynd líka lagt til að það séu léttar einnarhæða byggingar sem verði við gönguásinn og samgöngumiðstöð. Og það mikilvægt að huga þessu náttúrulega í samhengi, byggvagni með til bílastæði til dæmis þannig að þau taki ekki yfir útirými. En þessar hæðir eru til viðmiðunar. Mikil áhersla er lögð á öruggar leiðir fyrir gangandi og hjólandi og gott aðgengi að almenningssamgöngum. Gönguás með rólegri hjólaumferð verður milli Reykjaneshallar og Krossmóa og áfram örugga gönguþörun yfir Njarðarbraut að sjó. Það verður einnig góðar göngutengingar frá Þjóðarbraut að Afreksbraut og samgöngumiðstöð verður með setuaðstöðu og skjóli fyrir veðri og vindum og það verður góð aðstöðu fyrir hjól og hjólreiðar líka. Þegar við horfum á götur og aðkomu bíla þá eru lagðar til nokkrar breytingar og gatnafyrirkomulagi við reitin til þess að bæta umferðaröryggi. Þjóðbraut verður hannuð sem 30 km gata og Afreksbraut verður framlengt að Krossmóa til að búa til aðkomu og íbúabyggingum þar, en hins vegar verður lokað fyrir bílaumferð við Sunnubraut og þá frekar gerð sleppistæði við Reykjaneshöll og Íþróttaakademíu. En þarna oft að skapast mikið óöryggi fyrir börn sem eru þarna á ferð og oft hröð umferð.
Það leitast við að hafa bílastæði lítið áberandi á yfirborði. Þetta var einnig eitthvað sem kom skýrt fram úr samráðinu sem hefur nú þegar farið fram. Og það lagt til að bílastæði fyrir Reykjaneshöll verði í framtíðinni færð norður og suður fyrir bygginguna, þannig að þið verði ekki verið að nýta svæði sem annars ónýtt. Það verður bílakjallari undir norðausturhluta reitisins með ramp frá Þjóðbraut austan Íþróttaakademíu. Fyrir aðra hluta reitisins má annaðhvort útfæra bílastæði á yfirborði, hafa bílastæðahús eða bílakjallara. Og þetta fer bara rosalega mikið eftir í hvers konar uppbygging mun koma þarna þegar fram líða stundir og skiptir máli þegar kemur að bara hvernig íbúðir síðan verða verðlagðar og slíkt og hvers konar útýrimi við erum að skapa. Svo líka verið að horfa á að dreifa bílastæðum þannig að þau séu líka með frá götu við Þjóðbraut og Afreksbraut sem getur oft líka bara haft hraðalækkandi áhrif og svo náttúrulega að passa upp á bílastæði fyrir heimamlaða það verði sem næst eingöngum. Við erum síðan búin að setja niður þetta í mismunandi reiti og skipta upp í minni reiti með svona nánari skilmálum fyrir hvern. Og þá það í fyrsta lagi almenningsrýmin sem að við byrjum á að tala sem samkomutorgið og gönguásinn. Svo það kjarninn sem svona þetta byggðin í kringum samkomutorgið. Svo það sem við kallum fjölnotasvæði, íbúðasvæði, samgöngumiðstöð og svo Reykjaneshöll. Fyrst ætlum við að skoða almenningsrýmin. Þessi gönguás og samkomutorgið, almenningsrými á svæðinu í rauninni miðpunktur í þróun akademíureitisins. Það lykilatriði að vel takist til við hönnun og útfærslu á þeim. Og það að passa hluti eins og að rýmin verði ekki á stór, heldur þarf að tryggja að byggðin umlyki þau. Og það mjög mikilvægt að huga að sól og skjól og þetta séu bara falleg svæði og aðlaðandi. Og annar parturinn sem við erum að skoða það sem við köllum rauði þráðurinn sem þessi gönguás og hugmyndin svo að gönguásin geti hlykkjast nokkuð konar innsetning eða listaverk sem svona samhangandi einkenni gegnum reitin og við svona köllum á þessu stigi rauða þráðinn. Og hann geti haft svona listrænt og fjölbreytt yfirbragð, þar geti mögulega verið innifalin einhver svona setursvæði eða skyggni og eitthvað svona skemmtilega hlutir og þetta geti verið svona eitthvað sem að virkilega svona aðdráttarafl fyrir svæðið, eitthvað sem vekur athygli og tengir saman þessi mikilvægu element á svæðinu. Svo það ljósatorg, hugmyndanafni fyrir torgið ljósatorg, eitthvað sem speglast kannski ljósanótt, en þetta verði samkomustaður allan ársins hring með einkennandi ljósahönnun og muni hafa ákveðin einkenni eins og til dæmis skiptir rosalega miklu máli að þannig sé virk starfsemi á jarðhæð og útiveitingar og inngangur frá torginu og sól og skjól eins og við minntust á. En það skiptir líka miklu máli að þarna sé líka aðgengi fyrir fólk að sitja sem ekki að kaupa sér eitthvað sérstakt. Þarna getur verið listaverk sem að vinna með lýsingu á skemmtilegan hátt og þarna getur verið fjölbreytt náttúrulega yfirborðsefni, gróðurverndu, götugögn og svo framvegis og þarna verður þetta halda viðburði svo sem tónleika, jólamarkað, skautasöfn mögulega og svo framvegis. Svo það kjarninn sem í rauninni byggðin sem að umlykur samkomutorgið og skilur því einnig fyrir norðaustan áttinni. Torgið uppkrætt 2-4 hæða byggingum sem gætu hýst íbúðir, hótel, skrifstofur eða aðra starfsemi. Á jarðhæð kringum torgið verði veitingastaðir með inngangar frá torginu og útiveitingar. Létt bygging, svona gróðurhús, afmarkar torgið til suðurs og þar gæti líka verið aðgengi upp úr bílakjallara sem væri undir öllum reitnum. Svo svona gert ráð fyrir sleppistæðum og þjónustu aðkomu og þannig og slíku. Svo það fjölnotasvæðið, þar hugmynd að það getur verið byggð þarna meðfram Þjóðbraut sem myndar skjólgóðan inngarð til suðurs við Íþróttaakademíuna. Þannig geta byggingarnar verið 2-4 hæðir með íbúðir, skrifstofur, hótel, afþreyingu eða aðra starfsemi sem gæti til dæmis tengst Íþróttaakademíunni.
Austavíkurbyggingin gæti til dæmis verið nýtt leiksvæði nærri innganginum í Íþróttaakademíuna og það þarf náttúrulega að vanda hönnun í þessu samhengi. En þetta svæði svona kannski eitthvað sem við erum aðeins að horfa til svona lengri tíma með. Að það svona ekki alveg, við vitum ekki ennþá hvað Íþróttaakademían mun verða til svona lengri tíma litið og þetta kannski svona sá hluti sem mun kannski byggjast síðast upp á reitnum og líka þegar búið að leysa bílastæðamál með öðrum hætti. Svo það íbúðarsvæði sem svona þessi syðri hluti reitsins sem liggur svo meðfram gönguásnum og myndar skjólgóða og sólríka inngar allir suðurs. Þetta húsin líka 2-4 hæðir með uppbrot og fjölbreytt útlit lita og efnisval og íbúðir skulu vera bjartara með sólríkar svalir. Íbúðir verði minni í kantinum á bilinu 40-90 fermetrar. Það allan ákveðin hugmynd. Þannig gæti verið mögulega að deila íbúðir og íbúðir fyrir tímabundið starfsfólk. En svo geti þarna líka verið bara svona blanda af mismunandi hlutum sem er líka mjög jákvætt fyrir svona staði að það sé svona ákveðin blöndun. En þetta náttúrulega byggingar sem að nýta sér það að þær eru staðsettar miðsvæðis í nálægð við samgöngumiðstöðina og verslun og þjónustu sem getur til dæmis hentað vel fyrir bílasöfn lífstíl. Svo það samgöngumiðstöðin, hún verður við gönguhásin austast á reitnum, bara þar sem strætóstoppistöðin í dag. En það mjög gott aðgengi að almennum samgöngum og þetta tengir náttúrulega líka, tengist íþróttunum og fjölbrautaskólanum og verslun og þjónustu. Þetta tengir þetta allt saman við svona stærra svæði. Biðstöðin verður í léttri byggingu á einni hæð með setuaðstöðu innandyra og mögulega sjoppu. Þetta hægt að útfæra þetta á mismunandi hátt en þannig væri tækifæri til þess að gera náttúrulega vanda og bara flotta byggingu með öryggi gangandi vegfarenda í fyrirrúmi. Svo Reykjaneshöllin. Reykjaneshöllin er mikið sótt íþróttamannvirki sem margir eiga leiðum á hverjum degi. Eins og staðan í dag þá anddyri hallanna mjög lítið og oft troðið út úr dyrum og það lagt til að til dæmis vera mögulega nýtt anddyri byggt fram við höllina þar sem nú eru bílastæði og þetta getur verið létt bygging úr gleri eða sýnglöggum og svo framvegis og með setuaðstöðu getur svona búið til nýja möguleika fyrir íþróttastarfsemi sem þarna fer fram. Svo það framkvæmt, við ætlum að fara bara mjög stuttlega í það. Það náttúrulega eitthvað sem svona kannski næstu skref. En við sjáum fyrir okkur að áfangaskiptingin geti verið sirka svona. Og þá erum við kannski hægt að fara, næsta skref er að kynna og hafa samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila eins og við erum að gera núna með því að tala við ykkur. En svo er þessi framtíðarsýn, sjáum fyrir okkur að hún sé að leggja í rauninni línurnar fyrir deiliskipulagsgerð og uppbyggingu á reitnum. Og svo eftir að þessi samráðshluti klárist þá er hægt að fara í útboð á lóðum og deiliskipulagsgerð og þá er lagt til að skipta reitnum í eftirfarandi deiliskipulagsáfanga. Það er í fyrsta lagi íbúasvæðið, samgöngumiðstöðin og rauði þráðurinn sem svona þessi suðurhluti svæðisins, það er hægt að deiliskipulagja þá saman og svo það kjarninn og ljósatorg sem gæti kannski verið næsta áfangi og hægt að hugsa það saman sem annað svæði. Svo það þetta fjölnótasvæði og Íþróttaakademían svona aðeins lengri tíma litið og svo svæði í kringum Reykjaneshöll sem felur náttúrulega í sér lokun Sunnubrautar líka. Við hlökkum til að heyra bara ykkar sjónarmið í þessari vinnu og bara rosalega spennandi að sjá hvernig svæðið mun þróast áfram til framtíðar en það eru augljóslega mörg tækifæri á reitnum til þess að gera frábæra uppbyggingu fyrir Reykjanesbæ sem mun vonandi vera sameinandi afl fyrir bæjarfélagið allt. Takk fyrir mig.